Sæl kæru íbúar á Akranesi. Það er óhætt að segja að það séu sérstakir tímar sem við erum að takast á við þessa veiru COVID-19 og líklega aldrei verið jafn mikilvægt að standa saman. En það er líka tími til þess að huga að viðspyrnu gegn atvinnuleysi, gegn stöðnun og til sóknar í atvinnumálum. Það er algjör samstaða í bæjarstjórn Akraness þær aðgerðir sem ég ætla að kynna fyrir ykkur hérna á eftir. Þetta eru fyrstu aðgerðir Akraneskaupstaðar til viðspyrnu vegna COVID-19. En þessi kynning, hún skiptist í 3 hluta sem ég ætla fyrst að fara yfir aðgerðir stjórnvalda og Seðlabanka Íslands, sömuleiðis aðstæður á Akranesi, núna í undanfara þessara aðgerða og hvernig við erum í stakk búin til að takast á við þetta. Og svo fer ég yfir fyrstu aðgerðir kaupstaðarins. En það er mikilvægt að hafa í huga þær aðgerðir sem að ríkisstjórnin kynnti nýverið í flokki varna, verndar og viðspyrnu. Þær eru gerðar til þess að koma í veg fyrir að fjöldi fólks missi vinnuna og fjöldi fyrirtæki fari í þrot. Jafnframt er þetta stuðningur við einstaklinga og fjölskyldur vegna erfiðra aðstæðna og lokum aðgerðir til að auka efnahagsstarfsemi, vöruviðskipti og fjárfestingar. Það er mikilvægt að hafa í huga allar þessar aðgerðir þegar við vorum að huga að okkar aðgerðum hjá Akraneskaupstað. Hvetji íbúa til að kynna sér þar vel. Til dæmis hlutastarfaleiðin, hún lækkar útgjöld fyrirtækja og dregur úr beinum uppsögnum. Brúalán til atvinnulífs eykur lánasvigrúm banka og styður fyrirtæki sem þurfa lán. Frestun skattgreiðslna styrkir lausafjárstaði fyrirtækja. Laun í sóttkví, barnabótaauki og úttekt séreignarsparnaðar eru allt aðgerðir til að styðja við fjölskyldur og einstaklinga á þessum erfiðu tímum. Aðrar aðgerðir eru til að fjölga störfum á ný í ferðaþjónustu og átakið sem er allir vinna eða útvíkkun og allir vinna felur það í sér að hægt núna að fá endurgreiddan virðisaukaskatt sem á þjónustu sem er veitt inn á heimilum og líka fyrir félagasamtök. Fjárfestingaátakið er líklega mikilvægasta aðgerðin sem ríkið ætlar í innviðafjárfestingar og nýsköpun af ýmsum toga. Jafnframt hefur Seðlabanki Íslands kynnt 4 aðgerðir sem allar eru mjög mikilvægar til þess að styðja við efnahagsaðgerðir ríkisins og eru að auka getu bankakerfisins til að styðja við fyrirtækin og einstaklingana í landinu. En þá að stöðuna á Akranesi. Atvinnuleysi á Akranesi er eitthvað sem við þurfum að fylgjast gríðarlega vel með og við höfum fengið nú tölur frá Vinnumálastofnun sem felur í sér það að á Akranesi er atvinnuleysi áætlað að verði 5,3% í mars og rísi enn frekar og verði 8,1% í apríl 2020. Og áhyggjur okkar eru þær, þetta atvinnuleysi muni fara enn vaxandi og verði jafnvel meira atvinnuleysi heldur en var hér í hruninu sínum tíma. Við þurfum að vera tilbúin að takast á við þessar aðstæður. Þá þurfum við að hafa í huga hvernig staðan hjá Akraneskaupstað og hún er góð. Skuldir eru lágar og hafa farið lækkandi þar sem við höfum verið að greiða niður skuldir á undanförnum árum. Nú er skuldaviðmið sveitarfélagsins komið í 27% þar sem það má vera að hámarki 150%. Og fjárhagsstaða okkar er sterk. Við eigum handbært fé það bil 2 milljarða sem við erum að nýta í töluverðar fjárfestingar og eru metfjárfestingar fyrirhugað nú þegar fyrir árið 2020. Allt fjárfestingar sem að styðja við vinnu og verkefni þeirra sem að vinna fyrir kaupstaðinn. Þannig að staðan er sterk og geta okkar til þess að takast á við þetta efnahagslega áfall er því góð. Þegar við erum þá að huga að aðgerðunum sem við höfum nú ákveðið að fara í, þá er markmið okkar með því að svara ákalli atvinnulífs og íbúa með því að vernda og verja heimili og félagasamtök
og fyrirtæki sem verða fyrir mestum skakkaföllum. Jafnframt að veita öfluga viðspyrnu vegna COVID-19, sækja fram að efla heilsu og hamingju íbúa og stuðla að nýjum atvinnutækifærum. Og þá að aðgerðunum sjálfum. En aðgerðirnar eru 14. Heildar efnahagsumsvif þessara aðgerða eru 3,4 milljarðar. Fjárútlát kaupstaðarins eru lægri, enda erum við að stuðla að aðgerðum sem að hér verða veruleika og ég fer betur yfir það síðar. En aðgerðirnar skiptast í 3 flokka, í flokki varna, verndar og viðspyrnu. Við erum með 3 aðgerðir í flokki varna, 5 aðgerðir í flokki verndar og 6 aðgerðir í flokki viðspyrnu. Í flokki varna viljum við aflétta óvissu innan samfélagsins með frestun á greiðslu fasteignagjalda, íbúða og atvinnuhúsnæðis, frestun á innheimtu gatnagerðargjalda og viljum gefa enn frekar í samtali við íbúa og fyrirtæki. Í flokki verndar viljum við vernda grunnstoðir samfélagsins, bæði með því að lækka og fella niður gjöld leikskóla, grunnskóla og frístundar í þorpinu í samræmi við þá þjónustu sem við höfum verið að veita, sem hefur verið skert undanfarið. Jafnframt munum við lengja gildistíma þrek- og sundkorta, auka innheimtu auka sveigjanleika í innheimtu og gjaldfrestun, efla velferðarþjónustu og svo viljum við koma með sérstakan stuðning til heilsueflingar og til íþróttastarfs, menningar og lista. Í flokki viðspyrnu, þar ætlum við að stuðla að fjölgun atvinnutækifæra með því að fara í sérstakt markaðsátak fyrir Akranes. Við viljum auka fjárveitingu til framkvæmda og viðhaldsverkefna. Við sömuleiðis tryggja störf með sérstakri uppbyggingu húsnæðis til leigu fyrir fatlaða, aldraða og á almennum markaði. Og svo viljum við fara í átaksverkefni til fjölgunar atvinnutækifæra og stuðla að nýsköpun í tækni og innleiðingu rafrænnar þjónustu. Og sömuleiðis viljum við vinna með ríkinu og Íslandsstofu að verkefni til eflingar ferðaþjónustuna ársins 2020. En að fyrstu aðgerðinni, þar sem við ætlum að fresta greiðslu fasteignagjalda, atvinnu og íbúðarhúsnæðis. En eigendur atvinnu og íbúðarhúsnæðis sem eiga við tímabundna örðugleika að stríða vegna tekjufalls geta sótt frest á allt að 3 greiðslum fasteignagjalda, sem á gjalddaga 15. apríl til og með 15. júní. En það að ákveðnum skilyrðum uppfylltum sem eins og kom hér fram, tekjufall. Nánari upplýsingar þetta eru aðgengilegar fljótlega. Í aðgerð 2 frestur á innheimtu gatnagerðargjalda. En hægt verður að sækja frest á greiðslu gatnagerðargjalda fyrir apríl og maí og júní 3 mánuði í ljósi sérstakra aðstæðna á grundvelli umsóknar. Frestur miðast við að framkvæmdir tefjist á sama tímabili. Viljum við með þessu styrkja lausafjárstöðu byggingaverktaka og annarra byggingaraðila sem margir hverjar þurfa að ná tökum á ástandinu. Og fyrsta aðgerðin sem ég fór yfir hér á eftir var einmitt til þess að styrkja sömuleiðis við lausastöðu þessara fyrirtækja, en einnig til að hjálpa þeim einstaklingum og fjölskyldum sem eiga við erfiðleika að stríða. Þriðja aðgerðin felur í sér virkt samtal milli bæjarstjórnar, íbúa og fyrirtækja. En aldrei hefur verið jafn mikilvægt að heyra í íbúum og fyrirtækjum í bænum. Vilja kjörnir fulltrúar nýta þennan tíma sérstaklega til þess að heyra í ykkur og komast að því hvernig má styðja við ykkur. Það hægt bæði með því að fá viðtalstíma með kjörnum fulltrúum eða sömuleiðis hægt að senda tölvupósta sem eru aðgengilegir á vef bæjarins. Fjórða aðgerðin felur í sér lækkun, niðurfellingu eða leiðréttingu gjalda á skóla og frístundasviði. En í þeim tilfellum sem þjónusta leik- og grunnskóla og frístundaheimila fellur niður eða skerðist vegna samkomubanns eða veikinda eða sóttkvíar eða annar ástæða verða gjöld felld niður eða leiðrétt í samræmi við veitta þjónustu. Í sama á við að foreldrar ákveða að halda börnunum sínum heima. Í aðgerð 5 gildistími þrek- og sundkorta verða framlengdur sem nemur tímabili samkomubanns stjórnvalda.
Í aðgerð 6 verður sveigjanleiki aukinn í innheimtu og gjaldfrestun, en lögð verður áhersla á enn frekari sveigjanleika í innheimtu meðal áhrifa gætir af COVID-19. Og eru íbúar hvattir til að setja sig í samband við sveitarfélagið sjái þeir fram á erfiðleika við að standa í skilum. Á þessum fordómalausu tímum mikilvægt að hlúa vel að viðkvæmum einstaklingum sem í þjónustu sveitarfélagsins. Auglýst því eftir starfsfólki til að mynda bakvarðasveit til tímabundinnar aðstoðar á velferðarþjónustu, en umsóknir starf í bakvarðasveitinni á heimasíðu Akraneskaupstaðar. Við viljum auka aðgengi íbúa Akraneskaupstaðar og Hvalfjarðarsveitar að starfsfólki félagsþjónustu og barnaverndar og höfum gert það með auka símatímum. Og eru þeir aðgengilega á vef kaupstaðarins og sömuleiðis í síma 433-1000. Og sama gildir félagsþjónustuna sem hægt að sækja til. Barnavernd með símatíma sömuleiðis og hefur líklega aldrei verið jafn mikilvægt að fylgjast með börnunum í samfélaginu. Hvetjum við fólk til að senda tölvupósta á netfangi barnavernd@akranes.is. Sömuleiðis geta börn sjálf komið ábendingum á framfæri, þá geta starfsmenn barnaverndar gripið inn í, en það hlekkur sérstakur inn á vef kaupstaðarins til þessa. Vilja þessu tækifæri þakka öllum þeim sem hafa staðið með okkur, stofnanir, félagasamtök í sveitarfélaginu, ÁFE, kirkjan, Akranesdeild Rauða kross Íslands og við náðum að styðja við íbúa á erfiðum tímum. Sömuleiðis erum við í málefnum aldraðra og fatlaðra að leggja enn frekar á okkur aukna þjónustu. Við erum að veita stuðning við einstaklinga með ýmsum hætti, með símtölum, innliti og persónulegum stuðninginn á heimilinu. Við höfum tekið á því að heyra í íbúum sem 80 ára og eldri og leggjum áherslu á að heyri þeim sem búa einir og njóta ekki þjónustu sveitarfélagsins. Markmiðið með símtölunum að veita félagslegan stuðning, kanna tengslanet einstaklinga og þörf á sértækri þjónustu. Eitt af því sem hefur komið í ljós að það þörf fyrir verulega aukna þjónustu á heimsendingu í mat og hefur við átt frábær samstarf við veitingahús bæjarins til þess að veita þessa þjónustu. Heilsuefling aldraðra hefur verið takmörkuð, þó verið með ákveðna þjónustu í gangi. Við viljum finna leiðir til þess að efla hana enn frekar og erum að undirbúa það að búa til myndbrot með æfingum sem verða settar á vefinn. Þjónusta fatlaðra órofin, en þjónustan hefur verið aðlöguð að neyðarstig. Samstarf skóla, frístundaþjónustu og velferðarsviðs aukna þjónustu við fötluð börn og sértækar þarfir á daginn. Vil ég þakka foreldrum fatlaðra barna fyrir gott samstarf á þessum sérstöku tímum. 8. aðgerðin felur í sér stuðning til heilsueflingar, til íþróttastarfsmenningar og lista. Í fyrsta lagi þá viljum við auka við fjármagn í sjóð tómstunda og íþróttafélaga til að halda uppi öflugu félags- og tómstundastarfi og íþróttastarfi fyrir börn og unglinga. Við verðum að ræða 4,5 milljón til viðbútar við núverandi fjárhæð sem 15,5 milljón, samtals 20 milljónir sem verða settar í þetta á árinu. Jafnframt hefur bæjarstjórn ákveðið að allir íbúar 18 ára og eldri fá 5.000 kr. hreyfiseðil frá Akraneskaupstað sem sérstakt átak fyrir 2020 í heilsueflandi samfélagi. Hreyfiseðilinn verður hægt að nýta þegar þessu ástandi léttir til greiðslu fyrir líkamsrækt hjá Akraneskaupstað, hjá íþróttafélögum eða öðrum þjónustuaðilum sem bjóða upp á þjónustu þar sem hægt voru að nýta fjármuni. En kaupstaðurinn áætlar kostnaði þetta 15 milljónir króna. Auki verður við fjárveitingu til árlegs viðburðarhalds á Akranesi og mun menningar og safnavönd sömuleiðis vinna tillögur að eflingu listalífs. Styrktarsjóður menningarmála verður sömuleiðis hækkaður. Í sérstöku markaðsátaki Akranes verður unnið í samstarfi við fyrirtæki á Akranesi til kynningar og möguleikum á atvinnuuppbyggingu og Akranesi vænlegum kostum til búsetu. Viljum við gefa þar vel í, en sömuleiðis viljum við ná til ferðamanna
Þeim kynntir möguleikar með áherslu á gistimöguleika, þjónustu fyrirtækja, golfvöllinn, Guðlugu, Langasandsvæðið, Vitann og aðra góða þjónustu sem í boði hér á Akranesi. Við ætlum að setja 10 milljóna framlag í þessa atriði. Aukin fjárveiting verður til viðhalds og framkvæmda. En nú þegar, eins og ég minntist á hér fyrr, þá eru 1506 milljóna fjárfestingar fyrirhugaðar á árinu sem hafa aldrei verið hærra. Þetta stuðlar að því að tryggja verktökum og starfsfólki þeirra atvinnu, en við ætlum að gera enn meira. Við ætlum að gefa í með flýtiframkvæmdum. Í fyrsta lagi verður ráðist í aukin viðhaldsverkefni stofnana hjá Akraneskaupstað og sömuleiðis munum við flýta stærri fjárfestingarverkefni, svo sem uppbyggingu á jaðarspökkum, gatnaframkvæmdum, útivistarsvæðum og svo framvegis. En nánari kynning á þessar útfærslu verður kynnt eftir fáeinar vikur. 11. aðgerðin felur í sér að störf verða tryggð með uppbyggingu á húsnæðis til leigu fyrir aldraða, fatlaða og á almennum markaði. Þetta er einn stærsta aðgerðin sem við kynnum á þessu stigi. Felur í sér að uppbygging verður sett í gang á húsnæði á árum 2020 og 2021 með það markmið að tryggja verkefni og störf fyrir byggingaverktaka á Akranesi. Þetta felur í sér 3 milljarða uppbyggingu fer í gang á húsnæði, en þar mun Akraneskaupstaður leggja stofnframlag að fjárhæð 250 milljónir króna og verða þessar íbúðir fyrir almenna leigumarkað og óhagnaðardrifin leiguhúsnæði fyrir aldraða, húsnæði fyrir fatlaða og aðra skjólstæðinga kaupstaðarins, ásamt því að þetta verður húsnæði fyrir fólk með millitekjur og tekjulága. Og við viljum gefa í 12. aðgerðinni með því að fjölga atvinnutækifærum. Fyrst þurfum við að huga að atvinnuöryggi. Og Akraneskaupstaður mun efla í samstarfi við atvinnuráðgjöf SSVAF og hvetja fyrirtæki og einstaklinga að sækja í uppbyggingarsjóð Vesturlands. Við viljum efna til atvinnuátaksverkefnis í samvinnu með Vinnumálastofnun og tryggja þar með atvinnuöryggi á Akranesi. Í atvinnuþróun ætlum við að halda áfram þeirri uppbyggingu sem hefur verið í gangi hjá okkur og þróun sem hefur verið í gangi síðustu mánuði. Eða setja 10 milljónir til viðbótar fjármagns til kaupa á ráðgjöfum sem hafa verið að starfa með okkur undanfarið. Við ætlum að skila niðurstöðu úr samstarfsverkefni BRIM og KPMG með tilbúinni aðgerðaráætlun fyrir lok maí. Við ætlum að hefja á árinu framkvæmdir miklum verkefnum á Grundartanga í samvinnu við marga samstarfsaðila og hugmyndasamkeppni Langasandsreitinn verður sömuleiðis kláruð á árinu, svo eitthvað sé nefnt. 13. aðgerðin felur í sér að við viljum fara í nýsköpun og tækni og innleiða rafræna þjónustu hjá kaupstaðnum, setja 10 milljónir í viðbóta fjármagn í það og opna fyrir aðkomu frumkvöðla og nýsköpunar aðila til þess að hjálpa kaupstaðnum að lækka enn frekar kostnað og stuðla að langtímahagræðingu í rekstri kaupstaðarins og vinnum við þess dagana að þessum aðgerðum í samstarfi við Capacent. Gert er ráð fyrir að tillögur þessa efnis liggi fyrir 15. júní. 14. og síðasta aðgerðin felur í sér þáttaka í markaðsátaki stjórnvalda og Íslandsstofu til eflingar ferðaþjónustunnar 2020. Við erum þáttakandi í landshlutasamtökunum SSVAF og Markaðsstofu Vestfjarðalands. Viljum við taka þátt í átaki stjórnvalda sem við fengið núna 10 milljónir fyrir Vesturland og verðum við með í því og við viljum tryggja að Akranes njóti þessarar uppbyggingar. Samtals eru efnahagsáhrif þessara fyrstu aðgerða tæpa 3,4 milljarðar. Það sem að framlag kaupstaðarins er 550 milljónir. Þar af 200 milljónir í frestun greiðslna hjá Akraneskaupstað. 100 milljónir í formi lækkun og eftirgjöf tekna og í formi aukinna útgjalda hjá kaupstaðnum og 250 milljónir í formi húsnæðisframlags sem bæði gatnagerð og eftirgjöf tekna hjá kaupstaðnum. En þarna erum við með aðgerðir sem skiptast í varnir, vernd og viðspyrnu og hérna má sjá á skjánum hvernig þetta skiptist. En þetta
ég vona að þessar aðgerðir bæjarstjórnar Akraneskaupstaðar verði til þess að styðja við þetta ástand og það sem mikilvægast, kæru Skagamenn, að við stöndum saman á langt á því. Ég óska ykkur öllum gleðilegra páska.